Sem þetta streymið fljúgi í gegn. Þetta neti verði gott. Stríða okkur síðast. Hvað æfa hann kom hingað. Nei, við erum að deyja þóttast. Herru, við erum live. Já, kæri hlustandi, það 15 lóta sem heilsa ykkur á fallegum vikudegi. Það var, vægast að smekkpökkuð helgi að baki. Icebox 10, UFC 250, Freedom kartið og flotti glífumenn. IBJJF Europe, þar sem að Willi Turtle fekk annarsæti og þriðarsæti í opnum flokki. Góð helgi í heimi partæðíþrótta. Svo líka box sem var stærsta weight discrepancy allra tíma. Eddie Hall var að boxa með Tommy Fury. Já. Ég bara vissi ekki af því. Ég sá Tind postaði á Instagram og bara, hvað í gangi hérna? Ég held þú ætlar að segja fyrir nú sástu á Tinder. Herru, en í stúdíói komið góður gestur, hann Icebox meistari, engin annar en Sigurjón Guðnason. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir að fá mig. Boxins. Boxins, við þurftum bara að vera Icebox champion. Sko. Það kröfur hérna. Það alltaf, skemmtilegt og vandræðilegt þegar það líður svona, það maður lengi að fá góða gesti. Já. En gaman að þessu. Það var svona Icebox 10 á föstudaginn var geggjaði bara þar, 8 bara það kvöld. Já. Mér varst það svona með skemmtilegar Icebox sem ég fórst á allana. Sammála. Ég búin að heyra frá mörgum stöðum. Eða ekki? Jú. Það var bara ógeðslega vel hefnað. Og sérstaklega svona það sem var svo skemmtilegt við það, þetta var 8 bara þar og manni langaði svo mikið í meira. Þetta var svo fullkomið, ef svona 8 bara þar svo fullkomið að þetta svona svo gott höfrabragð. Það sem audience vill fleiri bara það. En ég var spurður svo að, þú veist, eftir bara daginn þinn, hver Icebox meistarinn, skilurðu? Mér fannst aldrei vafamál. Ég var bara svona, ég held ég hafi bara verið að horfa á hann. Já, ég reyndar ekki búin að horfa á Icebox á fullu, þannig að ég veit það ekki. Ég get ekki myndað með skoðun. En klárlega var ég ekki einu sem vann Dana. Jú, þú varst eini sem vann Dana. Já, vantarlega fæði ég beltið. Líka bara þetta moment með þér, þetta var bara eitthvað, veist, ég held að allir inni hafa bara verið í einhverju sjokki þegar þú slóst það niður, sko. Já, ég líka, sko. Andrús, og líka þegar ég var búin að fatta að ég vann með þessu, þá þetta var bara eins og ég var að lifa í bara draumi. Já. Mér leiði andrús bara eins og ég gæti vakna og þetta væri bara draumur. Ég var búin að ímynda mér þetta svona, en mér fannst það ekki raunverulegt, alls ekki. Nei, þetta búið að vera hérna svona ferillin allt, mér finnst þú svona hafa bara svona tekið barda heiminn með einhverjum svona, hvað segir maður? Það bara einhver stormi eða? Já. Já, bara búið að gera það stundum tíma. Já, algjörlega, sko. Ég byrjaði kefti fyrst 24, loka ást 24, byrjaði að efa, ég fekk memory daginn, fyrstu æfingunni með Nikita, það var einhvern tímann í maí 2023, held ég. Og fekk memory það daginn. Og svo rétt fyrir henni var að keppa Icebox. Sýndi Nikita bara, hey, look at us now. Þannig að, þú var að ferli, sko. Já, svaka trip. Þú varst búin að berast eitthvað úti líka. Þú varst búin að berast í Póllandi. Tvisvar til Póllands. Já. Og það mikil upplifun og mikil neysla? Já, í rauninni. Eða þú veist, þetta er svona innanhúsmót meira, skilurðu. Það verður bara svona, þið þekkjast gymmin einhvern veginn. Svona Svona vina-gym, hálfpartinn. Þannig að, þetta er ekki svona stórmót, skilurðu. Nei. Þú veist, þetta er góð reynsla, sko. Pólverðinir eru svolítið góðir á blaði, sko. En svo eru þeir ekkert kannski það góðir í alvörunni. Eða þú veist, það var mín reynsla alltaf síðast þeir fyrir út, sko. Já. Bara einhvern tímann með mæ. Þetta alltaf sama gymmið sem þið farið og keppið? Þetta er þarna Legia Fight Club í Varsjá. Það var svona áhugavert, sko. Þú sagði mér fyrir Iceboxið að þú hefur rauninni byrjað fyrirlina að tapa fyrstu 5, rotaður í 50. þappinu og eru svo bara, ég held enginn quitter. Já, nákvæmlega. Að ég hefði persónulega, kannski ég bara svo mikill quitter, en ég hefði hugsað, þetta ekki sport fyrir mig og ég bara að hætta. Þú veist, það getur allt gert í bóksinu, sko, en þú veist, ég verið í mörgum íþróttum þannig séð. Ég fíla bóksið, þótt ég hefði tapað fyrstu 5 bardögunum, þá var ég ekkert að hætta, sko.
Nei. og ég fíla bóksið og var tilbúin að halda áfram. Ég vissi bara eftir 5. bardaginn rauninni, eftir ég rotaðist, ég ætlaði að hætta, það var bara svona kannski vika. Já. En ég vissi að veikleikinn hjá mér væri hausinn og performa undir pressu því ég var bara að gera einhvað í bardagum. Já. Og fór bara að þjálfa það og þú veist, fór á hvað heitir þetta, svona netnámski, eða svona appnámski hjá, ég held að Ásdís Vilhjálmsdóttir spjótkastari. Já. Þetta er svona mindset dæmi fyrir íþróttafólk. Hún var að byrja með það akkurat þegar fljótlega eftir róttæki, sko. Já. Ég keypti aðgang og pröfaði þetta, svona visualization dæmi og alls konar svona skemmtileg dót til að hvetja sér áfram og þannig. Ég veit að margir pæla kannski ekki í því, ég held að bara fram að æfa og vona besta skilur. En þetta skipti virkilega máli, sko. Já. Og ég fann mun eftir það. Eftir að þetta farið á appi. Að verið að bara pæla í, þú veist, þessu, og alls konar æfingar og alls konar. Ég samt, þú veist, ekki lengum aðgang á þessu. Bara skoða þetta sjálfur á netinu og svona. Skil. En eftir tapið þá keppti ég á móti Ágústi frá Akureyri í Keflavík. Það var eitthvað 100 áskall vinning og eitthvað. Já, ljósanótt. Já, ljósanótt. Já. Og ég var búinn að æfa mig mikið fyrir það, þú veist, að koma haustum í lag og svona fyrir það. Og vera með mindset í lagi, þú veist, við reyna að vera rólegir og svona. Þó það ekki tekist alveg þarna kannski, en ég vann skilur fyrsta bardagan þá. Já. Og svo bardagan eftir það. En svo einhvern veginn svona icebox í fyrra, á móti Kolla. Já. Þá fannst mér þetta nánast komið. Já. Og hvað þá núna á föstudaginn? Þú veist, mindsetið, þú veist, ég var bara komin í fight mode frá fyrstu sekundu, skilur. Já. Oft þarf ég stundum að vera kildur svona áður en ég byrja að slast tilbaka, sko. Hvernig var spennustíð á föstudaginn? Náður að halda spennustíðinu stressinu svona? Já, algjörlega, sko. Svo byrjaði lagið. Þú veist, þetta eru félagar mínir sem að, ákveða að hjálpaði mér með þetta, þú veist, með innkomuna. Já. Og þeir bókuðu þetta bara síðustu stundu og bara sjátt á Helga og Stóra. En leið og lagið byrjaði, ég var náttúrulega búinn að, þú veist, hlusta einhvað á þetta lag áður og svo þegar það var búið ákveða að það var þetta lag, þá var ég búinn að æfa svolítið svona boksa og vera á kýl í púðan og hlusta á lagið og svona og stjórna tilfinningunum svolítið, sko. Svo lagið byrjaði á Icebox, þá bara fór ég eitthvað gýr, sko. Og ég er ekki svona gæi eins og ég var á Icebox, sko. Í alvörunni, ég var alveg trilltur, sko, allan tíman. Bara innkoman og allt, þegar ég horfa á þetta bara, what? Já, fuck. Mér var stæðið svo skemmtilegt, sko. Einhvern veginn, þú veist, þau kýldi niður Óskar og svo maður ekki, mér fórstu bara beint í myndavélina. Já, bara eins og ég hef gert það oft áður, sko. Já, þetta var fyrsta skipti sem ég kýla eitthvað niður í jörðina, sko. Já, bara, einmitt. Mér leiðist þetta væri bara svona 20. gæði sem kýla niður. Já, bara eins og væri fucking Tyson. Já, þetta er bara, þetta visualization. Ég er búinn að ímynda mér þetta. Já. Þá veit ég betur hvað ég á að gera í mómentinu. Já. Svo maður tekur bara djúpa öndin, lokar augunum og hlustar okkur að jógatónlist og maður fer bara í visualization. Skemmtileg. Að nú þú að tala um visualization. Já. Sean O'Malley í UFC-kartinu sem við tölum á eftir, Jón Biggi. Hann talaði líka bara í post-fight viðtalinu sinu, bara visualization works. Það virkar. Bara já, ég var búinn að sjá fyrir mér, ég myndi rótin svo myndi ég, þú veist, bara fara beint í að salúta, þú veist, eitthvað, bara, ég var búinn að sjá það fyrir mér og það rættist, skilju, hann var bara eitthvað svona, bara, já, þú veist, hann basically að segja það saman þú, sko. Þú ert í rauninni, þú veist, að þjálfa aðstæður, þú veist, ef þú lendir í þeim, þá veistu meira hvað þú gera. Eða, þú veist, það þýðir ekki að þú ert að fara að lenda í þessum aðstæðum, en það hjálpar í aðstæðunum og kemst í það, skilur. Þá ertu búinn að æfa það áður. Já. Og þú þarft líka að þjálfa þetta visualization dæmið, þú veist, þú nærðir þess ekki alveg strax allavega hjá mér, skilur. En þetta er búið að hjálpa mig gríðarlega mikið og aðrar æfingar tengt þessu eins og líka til dæmis bara segja uppátt bara fyrir bardaga við sjálfan sig bara þú getur þetta, þú ert með þetta, þú veist, áfram þú eitthvað svona, bara segja þetta uppátt, það gefur þér gríðarlegt motivation, sko, og hjálpa þér. Það er ekki nóg bara að hugsa þetta, sko. Nei, trú þér. En hvað var til þess byrju? Þú sagðir án að þú hafi verið að æfa aðra íþróttir. Hvað varst að æfa? Ég var í fótbolta frá ég var bara 5 ára eða eitthvað. Fór svo Varnarmaður eða? Nei, ég var reyndar striker. Já, ok. Hætti svo í nokkur ár og fór hjólabretti og eitthvað svona. Já, þú ert ennþá með einhver hjólabretti moves, sá ég. Já, ég get alveg kickflip og svona. Já, nice. Farið í rampinn og alls konar. Var að kaupa með bretti daginn, sko. Búið aðeins núta. Farið svona með stelpunni og hún á hlaupihjólinu og ég á brettinu, það er úkslega næs. En svo fór ég aðeins á hjólabrettin. Ég var reyndar alveg með spons og allt á hjólabrettunum og gerði alveg góð trikk, sko. Og svo fór ég aftur í fótboltann í rauninni, var út annan flokk
og einhvern veginn út frá því fór ég í ólympíska lyftinga til að styrkja mig fyrir fótboltan en svo einhvern veginn bara byrjaði að vera bara í ólympíska lyftingum og ég held ég keppt 10 mótum setti Íslandsmet meðal annars undir 17 í snuðrun og á einhverja Íslandsmeistaratitla og einhverja titla í mínum þyngdarflokkirinni samt voru svona reiknátt frá líkamsþyngd með við hvað tekur ég var aldrei með einhver góð stig þar sko þetta singlistig en ég var þetta ógeðslega sterkur samt það var bara kannski tæknin að stríða mér svo einhvern veginn leiddist ég út í þetta strongman dæmi 22 keppt á einhverju móti sem heitir sterkasti nýliðin það Tómas sem alltaf það keppt á því bara skráði mig 2 vikum áður og lendi öðru sæti á mjög öflulegum strákum Hilmar Jónsson heitir hann sem bara undan mér sem er bara býst sko og í dag þá, hvað var líka alltaf ég var með Hafþór Júlíus og eitthvað Já, ég held ég kannast það sem hann Já, hann er í Vappi strákurinn hans í Vappi sé held ég eitthvað Já var eitthvað sparrað daginn með Tind Já fyrsta sparrað hans og fyrsta æfingina sannlega líka í bóksi en svo kjölfarað því móti var mér búið að keppa sterkstmaður Íslands keppt á því bara 3 vikur seinna þú veist, fór á 3 æfingar eitthvað upp á tækni að gera og svo bara, nei, þetta er ekki fyrir mig Já tók einhverja pásu og var bara að lifta ólympískar og eitthvað svoleiðis byrjaði svo kickboxinu í world class á völlunum þegar þeir voru að byrja þar tók eitthvað grunnnámskeið í því tók nokkra æfingar í viðbót svo fannst mér bara svo leiðilegt að sparka ég var ekki tilbúin að fá eitthvað olbóð í andlitið eða spark í andlitið Það er leiðilegt að sparka? Nei, ekki leiðilegt, þú veist það er bara miklu hættilega að fara að sparka í andlitið þetta er en högg í andlitið með góðum hanska sko þannig að það er mjög hættilega þannig að ég er svona, ok, ég langar að prófa box og svo prófa eina æfingu þarna í Búðatýr svo lokuðu þeir eitthvað gimminu þarna upp að höfða og að loka eitthvað smá tíma því að þeir voru að flytja í auðbrekkuna Búðatýr var upp að höfða fyrst Já, ég man ekki þetta er þarna, þú veist, byrjun á Árbænum Já Þetta er bara eiginlega við hliðum á Kattholti sko Já Ég veit ekki hvað það er Er það svona Kattholt Fight Club Já, eitthvað svoleiðis En já, þannig að ég var ekkert að æfa þar skilur og svo tók ég fyrstu svona einkatíma inn í Kíta þú veist, þegar þeir voru búnir að fá aðstöðuna og svo einhvern veginn bara vindu upp á sig sko ég, þú veist, er ekki að æfa íþrótti til að leika mér sko, ég hef aldrei gert það ég ætti alltaf alla leið hvort sem að fótbolti, liftingar eða strongman skilur en Það er svona keppnismaður ég er algjör keppnismaður sko þannig að, já það var alltaf planið að halda áfram og ná alltaf einhverjum bardögum og eitthvað, svo er þetta bara undið upp á sig skilur og já Ertu með einhver svona markmið núna, þú veist kannski fara, kannski svona alltaf markmið sko en það er aðalmarkmið núna er kannski að keppa á stærri alþjóðlegum mótum næsta ári undirbúin fyrir það að ná eitthvað svona almennilegu móti þú veist eitthvað EM með eitthvað svoleiðis kannski verður að reyna eftir, ég veit það ekki jú, örugglega, eða ekki Ég held að það sé allt hægt sko þegar ég æfi nógu mikið og allt þetta þú veist, ég bara bæta mig mjög mikið bara frá því Pólandi fyrir mánuði síðan sko bara gríðilega finnst mér sko, á hraða og bara vera, þú veist, allan tíman og þúlið og létta mig og allt þetta bara svart og hvít með Icebox og mánuði áður í Pólandi fannst mér sko ég held að tala allir það sko maður sér það bara hver skipti sem maður séði boksa þá er maður bara eitthvað, ok, já, það er bara næsta level ég er sammála sko þótt ég tapa þá tek ég allt út úr barndanum og læra það sko og tek hvert einasta dót og bara ég þarf að bæta þetta, ég þarf að bæta þetta ég skoða fleiri galla heldur en lítið í ákvæða sko ég er búinn að skoða hellinga göllum úr barndarum sem ég með núna ég var ennþá að svifla og eitthvað en ég er með þess að setja út að ég er að svifla fyrir rótan sko þannig að ég veit ekki hvort ég er að setja út af það samt ég er að rótan sko en það er samt, þú veist, ég þarf að vera meira close eða skilur þéttur með hendurnar þannig að, já ég held að sé bara, já þetta var samt alveg fætt svona, þú veist, það er að taka positív svo einhverju negatív Já, algjörlega sko, en svo líka bara náttúrulega stemmingin og ég ætla allan tíman og hlaupa eftir hann, ég held að myndi hlaupa meira frá mér sko en hann var að koma inn og það var eiginlega bara svolítið heimskulegt hjá hann Já, en þú veist, hann var búinn að gera það, Óskar, ég var svona að horfa á einhverja parta hjá honum hann bæði svona
á til að svona dragast að andstæðingum sínum þegar hann að slá fléttur og ekkert finnst mér það góður að svona passa distansinn leyfi mönnum alveg að loka og svo hengur hann í vasanum eða í pocketinu Já, þú veist, ég held að bara eitt af fáu skipti sem ég var komin almennilega inn þá bara náði hann, sko og hann kannski náði að halda mér einhvað í burtu en ég ætlaði að elta hann alltaf tíma, sko ég bjóstu, þetta verður allt öðruvísi, sko hann myndi hlaupa miklu meira í burtu Já, það bara hann rugla svektur út í sjálfan sig Já, 100% sko, en samt bara respekt á Danina, sko, 100% Ég fór beint til hans eftir ég kilda niður eða eftir bardagan var búinn og tók utan á hann og sagði bara respekt og eitthvað Svo eftir bardagan og allir farnir út löggan var eitthvað að mæla þarna, þú veist, hvort það eitthvað var að keyra fullir í burt hún var farin, ég var ennþá út á bílastæði bara að jafna mig og svo var allir farnir ég bara, ég ætla að fara að leggstaða Nei, sé Danina labb út ég byrjar að bakka á staðinu ég bara legg aftur í staði, fyrir út á bílnum, sé Óskar ég tek utan og bara, hey, respect bro og eitthvað, og bara let's go og eitthvað svona, maður ekki, en hérna það alltaf respect þótt að þetta sé kannski svo eitthvað beef í þú veist, mediadæmi eða eitthvað ég sýni kannski ómikið respekt hann myndi kannski gera það saman með mig ef hann myndi róta mig en ég bara þannig Þú myndi ég ekki nenna sko, ef ég væri rótaður einhver og hann myndi bara bíða eftir mér út á bílaplani til að respekta mig ég var ekki að bíða eftir hann, sko þetta var alveg óvart, ég ætla að vera farin, sko ég segi bara svona Má ég nefna eitt þarna með lögguna að láta alla blása á leiðinni út af bílastæðinu sko, þetta eru fordómar gagnvart boxkrátinu, aldrei væri þetta gert á einhverjum sinfóníu tónleikum að það myndi bíða fyrir utan hólpuna og láta alla blása alls ekki þetta eru fordómar gegn boxsamfélaginu, ég vil ekki sjá svona þetta er líka bara svona pyrrandi þú veist bara að reyna að keyra í burtu og það er bara eitthvað svona allir svona blása bara, þú veist svona 3 klukkutíma að tæma þessi 20 bílastæði það var ég verði ekki láta blása ekki? Nei ég held að þeir að vera hættir ég held að hann tekið þannig en varst þú látið blása Byggi? Ég var látið blása sko Jaha. Ég fór bara rétt á þér sko og prófið tekið að þér Nei, ekki svo gott Veitu hvað, ertu gamall? Ég er 27, fæddur 99, síðustöld Ég er alltaf að æfa mig svo ungu liðmaður að mér líður eins og sé bara gamall sinnum, en no offense Já, ég er sko 1989 sko Ég var sko einmitt með stelpinu mín daginn sko og hún er bara hérna, hvernig þú fæddur? Og ég er bara 1900 bla bla og hún er bara að reyna svona að setja 2000 og 1900 saman og hún er bara 2009 og bara eitthvað svona, bara komprehendar ekki skilur að það hafi verið á síðustu öld skilur Nei, ég skil sko og bara eitthvað svona, já, internetið var ekki til eins og þessi ógeðslega gamall sko The late 1900s Já, þegar þú sagðir þú værir á bretti með stelpunni, þú átt stelpu það ekki? Jú, hún er 2,5 háls, já, stelpur sem er 2,5 háls dúlló, gaman Algjör prinsessa sko Já, er þið svona, hérna, hvað segir maður? Er þetta svona algjör pappastelpa á Já, í rauninni, ég myndi segja það Já Ég er ofta að reyna að kenna henni, ég keypti patsa sko og er að reyna stundum að fá hana til þess, hún vill það ekki, hún vill bara fara að leika með dúkkurnar eða gefa mér einhvern bolla og mat sem að stær ekkert í skilur Ég sitt á einhver litlu borði hérna í pínlitlum stól og takk fyrir eitthvað, það er eitthvað þannig að Yndislegt það er bara skemmtilegt Já, það er gaman, til hann já, gaman, ég er rosa gaman að þessu Ég vildi strák sko en var ekki glaður þegar ég fekk að vita kynið Við tókum upp vídeo sko þegar við fengum að vita kynið og ég var svo, það sást svo mikið á vídeoinu hvað ég var að fela hvað ég var glaður og svo einu bara brotnaði bara niður ég langaði strák eitthvað við eittum vídeoinu sko þetta var svo óþægilegt að horfa á þetta en svo þú veist hún fættist þá breyttist allt og sérstaklega núna mér langar ekkert strák þannig ef hún ekki bara fullkomin hún bara fullkomin sko ándjóks Ég held að allir menn hafi gott að eignast dóttur sko Já, ég klálega sko 100% Já Ég væri minni kallur en bara ef ég hef eignast dóttur fyrir einhvern son sko Ég er svo mjúkur eftir eignast dóttur sko Já ég hérna aðeins að tengja við það eftir að ég fekk gefins eina Ég er allra mýkjast Gaman að þessu, en þú veist hvernig er árið hjá þér hérna, þú varst að æbála eitthvað stórmót hvað stórmót eigum eftir í bóksi? Sko það er náttúrulega bara, þú veist, Íslandsmeistaramóti verður í nóvember Nóvember Já, nóvember, desember Já, minni það Já, ég held að sé Svo náttúrulega Icebox aftur í nóvember og svo held ég að næsta mót alltaf hjá mér að Nikita talaði eitthvað Lettlandi minni mig
sem er örugglega svolítið sterkt mót, sko. Já. Ég er ekki búinn að taka hann ákvörðun, en þú veist, eins og ég er, bara taka einn dag í einu eins og ég er og svona. En þegar hann kemur með, þú veist, ætlaði að keppa, segi 100% já, sko. Já. En hérna... Hversu mikið tekur á því svona andlega að fara í barða? Verður, þú veist, nú erum við búin að tala marga barðamenn í Biggi. Þetta verðist taka svona mikið á menn andlega og eftir barðan líka. Upp á svona, þú veist, svona post-fight depression og bara einhvern veginn að gíra sig upp í þetta og hversu mikið þú þarf að dekompressa eftir á og svona. Hversu mikið? Og þetta tekur alveg rosalega á, sérstaklega núna fyrir Icebox. Ég vissi þetta væri alveg góður gæði þannig. Já. Og eftir að horfa á útsendinguna, það var menn betur en ég held. Þú veist, rekordið og hann var að reyna að stefna á Ólympíuleikana og eitthvað. Ég er að stefna á Íslandsmeistaratitil, sko. Já. Þannig að, þú veist, og margir sem horfðu á útsendingana voru bara, Sýrun er frá degi í kvöld, þegar hann var að labba inn, sko. En hérna, hver var spurningin áttur? Bara hvernig þú sér árið Já, það, þú veist, í rauninni bara halda áfram að æfa. Já. Ég er ekkert hættur núna á þessu Icebox búðið, skilur, en hérna, halda áfram að æfa, bara fara þarna, ég held að það var Lettland sem var að tala svo náttúrulega þarna í nóvember, desember, Icebox og vonandi Icebox og svo Íslandsmeistarmótið. Bara reyna að taka þátt í sem flestu, sko. Ég held ekki að fara of hratt samt, en ég ekkert að drífa mig, sko. Svo King of the Ring, örgulega. Er það ekki einhvern tímann í september, október? Já. Ég mista því í fyrra, sko, ég var veikur. Ég var búinn að kaupa miða á allt og flug og ég þurfti að fá eitthvað endurgreitt. Ég náði að fá endurgreitt flugi, sko. Það er svona round-robin systemið, eða það er ekki bara... Það er A, B og C eitthvað, ég væri sannlega í B, minnum mig. Já, og því Ring er ekki Svíþjóð. Jó. Sjáum hérna 30. október til 1. nóvember. Já. Segir hérna kingofthering.net. Er það ekki svona round-robin system? Þú veist, það er kannski 4 barda eða eitthvað? Jú, það er held ég eitthvað svoleiðis. Eða 2 kannski, en svo er líka A, B og C svona... Já. Styrkleikaflokkar. Já, styrkleikaflokkar. Minnir að það vart í A þá var það búið með fleiri 15 bardaga. Já. En ég verður örugglega í B. Já. Ég held að það sé bara góðu staði fyrir... Já, það ekki. Líka frétti, þú veist, síðast að ég er alltaf mistaði að hérna, þeir eru allir með hjálm þarna í þungavíktinni, sko. Bara því að út að það er meiri þungi í högganum, sko. Já. En þeir varst í A þá varst ekki með hjálm. Já. Minnir að tala um það. Eða hvort það var bara í C og að því ég átti að keppa í C í fyrra eða eitthvað. Já. Þannig að það er eitthvað skrítið fyrir mér, sko, að vera með hjálm. Eða, veist, í keppni. Já. Sparrar allt með hjálma? Já, alltaf. Já. Ég þurfti að venja mig á það, það tók smá tíma, sko. Finnst það óþægilegt? Ég fannst það óþægilegt. En svo bara þarf maður að venja sig á það. Reynir bara til að fá ekki, hérna, kött, eða þú veist, sárið eitthvað. Já. En ekki að það fara að skemma eitthvað fyrir mér. Það væri, já. Ég held, sko, að þetta væri alltaf bara til að deyfa höggið, sko. Já, ég held það líka, sko. Já, en auðvitað vill maður ekki, þú veist, fá skurð og eitthvað vesen, sko. Ég var alveg með vaselín og fengið samt skurð, sko. Þannig betra að hafa hjálminn líka, sko. Mér varst það svo grjótharður að þú komst inn í myndatöku fyrir Iceboxið. Það varst með svo svakalega shiner, sko. Já, var þetta kolla. Já, eftir bara hálfu pandabjörnina, sko. Já, það var þetta kolla. Ég meðlum mig líka með á öxlinni eða eitthvað. Ég veit ekki hvaðan það kom. Ég var glæðið kolla líka, sko. Já. Kolli talaði mjög vel um þig, sko. Já, hann er alltaf gert það, sko. Já, og sagði að það hefði bætti mikið. Já. Og ég fekk mikla gagnrýni frá honum og þeirra kampi að ég hafi, sko, látið Kolla líta og illa út í einhverju vídeói. Já, ég sá þetta vídeó, ég sammálaði þeim, sko. Líka þjálfar Nikita sendi á mig bara, are they doing, commercial for you or Kolli? Ég sagði, mér sýnst það vera fyrir mig. Já, sko, ég held að mæna bara ekki fatta það, sko, en Kolli, þú veist, það er svona söguþrar í vídeóinu, sko, að Kolli er að hrósa þér fyrir að vera orðin svo góður, skilur. Bara, já, vel gert strákan, þeir eru orðin að geta góðir og það er gott fyrir mig og svo syngir henni hvað þið væri bara orðin góðir, skilur. Já. En það er allir bara svona, hvað er þetta, síðan Guðna-vídeó? Kolli bara ekki á að vera vídeó um mig. En svo líka, ég var að reyna að vinna ógeðslega hratt. Já. Kolli er að reyna að vinna ógeðslega hægt, eða, þú veist, lengja. Ég var að taka aðra hverja lótu. Já. Hann var að taka stegslótur og ég tók 3. Já. Ég var að taka aðra hverja, þannig að þess vegna kannski var ég að eða þú veist, hitta meira. Já. Kom það þannig út, ég veit það ekki. Ég er ekki búin að sjá neitt úr þessu þannig. Þessi sparalóta sem ég filmaði, sko, sorry, en Kolli gerði bara ekki neitt í þessari lótu. Nei, hann var svolítið bara svona mikið að djabba frá sér og lítið að nota hægri. Ég var til í meira frá honum í þessum lótum. Já. En þú veist, hérna, já, hann er bara að gera sitt og ég var að gera mitt. Mitt. Og bara, ef þú ert ekki að gera henni í þessu sparri, þá farið bara ljótt sparrvídeó. Það er bara, hann er virkað bara. Hvernig var að mæta í fyrsta sparrið við Kolla? Og bara fyrstu lótuna, þú veist, það
það var skeri sko, en ég man að hrósaði mér, er það talað bara í fyrst skipti? Bara fyrst skipti sem hún stígur inn í hringinn með Kolbeini Kristinssyni. Það var heldur búin að æfa sko, ándjóks ekki einu sinni í ár. Og hún vantaði einhvern heavyweight og hittumst í Búðardýr, ég tók þá hálfa lótu 2 sinnum eða 3 sinnum og það var erfitt sko. Hann hrósaði mikið fyrir hvað ég var ekki hræddur og kom bara inn, skilurðu. Ég var bara að gera eitthvað. Og já, svo sparaði hann bara held í viku seinna eitthvað og þá talaði mér ég man það að bætingar bara frá vikuna áður sko. Bara mikla bætingar, af því ég fór bara að pæla í hvað ég var að gera og að við tókum þetta upp og allt, skilurðu. Fór að horfa á þetta sjálfur og ég ætlaði bara að gera betur á næsta spari. Og ég man líka að tala í podcastinu eftir 3. bardaga minn held ég. Þá talaði mjög vel mig, ég screenrekordaði og var alltaf að hlusta á það sko. það var þegar ég var búinn að boxa í 1 ára eða eitthvað. Ekki, eitthvað svoleiðis. Og já, ég held mikið upp á það sem sagði, maður veit ekki hvað hann sagði núna, en bara ég var að bæta með mér hratt og ég væri algjört skrimsli og eitthvað í þessu podcasti sko. Já, ég man ekki hvað þið sagði. Nú þegar ég farið tilbaka á það. Já, það var svona, það var eitthvað fyrir bikamótið 25. Já, þegar Kolli var að matchmaka. Þegar ég var keppt á móti Magnúsi Kolbeini í 3. bardaga mínum eða eitthvað og við áttum svolítið fætt sko. Já, ég var ekki eftir þann bardaga var sem sagt eitthvað podcast og hann hrósaði mikið að Kolli og ég screenrekordaði og hlustaði mikið á það sko, þannig að það peppaði mig mjög mikið sko. Okay. Það er mjög skemmtilegt að heyra. En sko, ég horfa mig í dag á þeim stað og bara, þetta var ekkert flott að vera þessi fæt þannig, það var skemmtileg fæt, það var bara svona dogfight, skilur við. Þegar þú mæst tvisvar í OFBC eða ekki? Þarna og svo einu sinni aftur? Jú, einu sinni, bara þessu ári, februari. Sem var svolítið, svona vafasam ákvörðun. Sko, ég er ekki minn að skoða á þessu, fyrir það að ég kannski beðast fyrirgefnir að ég sparkaði stólinn, en það var bara að hita leiksinn, sko, og var bara pirraður og fóð bara út, skilur við. Og líka því að það voru allir sem voru að halda mér alveg brjálæður og Nikita sparkaði stóla og eitthvað, en ég bara gerði það líka, skilur og þetta var bara þannig einhvern veginn, og svo er ég búinn að horfa á bardagann, jú, hann gerði mikið, ég var eiginlega ekki þreyttur eftir bardagann hans mér, hefði getað gert miklu meira, þeir eru náttúrulega að telja högg og allt þetta, en ég veit ekki, ég er ekki dómari, skilur, dómarinn dæma. Já, þetta líka sko, þeir vilja fá svo flott og clean högg og þeir dæmi ekkert hvað sem er og eitthvað. Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, ég held að þetta getur verið, þetta er bara svona erfið bardaga til að dæma. Já, 100%. Og, þú veist, og entertainment level í þessu bardaga var through the roof, sko. Það voru allir bara, það var skemmtun, sko. Já, ég sagði við Nikita áður en að þegar ég mætti henni í OFBC, planið ekki að vinna í dag, mér langar bara góðum tæknilegum bardaga, kannski náðu bara góð kombo og eitthvað svona. Náði kannski ekki alveg 100%, en jú, ég var rólegur, var mjög rólegur í þessu bardaga með alla bardagan áður, fannst mér. Náðu að halda svolítið svona ronni og það var jákvæmt, skilur, en fekk ekki vinni, sko. Nei. En það er bara eins og það er, sko. Mér finnst frábært að þú takir bara upp eftir Nikita, bara þegar hann var að sparka í stóla og þú bara, já, ég veit til að sparka í stóla. Það var að sparka í stóla, ég fílaði það núna á Icebox þegar að Viktor eða Doddi voru að setja stólinn í hornið. Þú sparkaði stólinn bara, ég vil ekki sjá hann held stól. Já, það er endar fucking töff, sko. Þegar ég horfa á þetta sjálfur, sko. Ég hef búinn að segja við Dodda, ég vil engan stól, ég hef búinn að vera að æfa það núna undanfarið, bara þeir að hvíla, bara fara í hornið og standa. Ég horfa á klukkuna og andinu nefið og sé bara, það 20 sekundur eftir, ég er búinn að recovera, búinn að hjálpa mig mikið. En svo kemur Viktor með stólinn og ég er bara svona, ok, þetta er geðað búinn, ég sparka bara, hann er burtum með stól eða eitthvað. Og Viktor alveg eftir bardagann, bara, gaur, sorry, ég kom með stólinn og eitthvað. Mér fannst það alveg minnst, ég bara, gaur, bara ekkert mál, það var bara fyndið, sko. Ég vildi ekki stólinn. Ég var náttúrulega ekki búinn að segja Viktor, ég vildi ekki stól, sko. Svo var ég líka bara mættur bara inn í hringinn 10 sekundur eftir á pásinu, ég var tilbúinn, sko. Það er betra að vera með að standa það, sko. Mér fannst svolítið koma upp á þessu Iceboxi að menn voru ekki alveg tilbúnir þegar lóturnar voru að byrja. Varst þú var við það? Ég tók eftir að þegar hann var að fara að byrja setni lótuna, að þjálfarinn hjá Óskar var svolítið lengi að drulla svo út úr hringnum. Þú veist, hann var að kaupa nokkra sekundur. Ég held að var alltaf 3-4 sekundur og var ennþá í stólnum, bjallan bara að hringja, sko. Já, nákvæmlega. Og þjálfarinn var ennþá bara inn í hringnum að kaupa smá extra tíma fyrir mann sinn, sko. Með minna GFR-stákuna hefði gert það líka. Að þeir voru lengi að koma svo út úr hringnum, sko. Og svona keyptu auka sekúndur. Þannig ég er svona, er þetta eitthvað
dirty trick sem að menn að fara að taka. Þetta ekki trikk fyrir mig, sko. Það gerir þetta óslega margir. Það vantaði bara svona dómar eins og Mark Goddard á UFC White House-kartinu. Hann bara tók vassflöskuna af Topuria og bara út með ykkur, þú veist. Það vantaði svona dómara sem bara, þú veist, passar upp á það. Já. Og lætur ekki vaða yfir sig. Bara einhvern alvöru nagla. Já, ég sammála. Eitthvað svoleiðis. En djöfull finn svona smá til með Óskari og svona stefna á Ólympíuleikuna. Mæti til Íslands að mæta gauði sem með lélegt rekord, svona einu gæslappa, ekki einu sinni Íslandsmeistari. Og er bara niðurlægður. Þess vegna líður mér líka illa á. Ég, yfir því sko, ég follow hann á Instagram bara daginn eftir eitthvað, hann follow hann tilbaka. Svo var ég eitthvað að skoða storyið minn í gær eitthvað og var að skoða svona eitthvað hverju er búin að skoða og eitthvað. Nei, hann var búin að sjá þetta og ég bara, lokaði bara símanum. Greið maðurinn, hann þurfa að horfa á story hjá mér. Þetta er bara eitthvað að ég buffa hann sko. Eða fagna einhverju belti, skilur sorry maður. Greið maðurinn, svona sorry not sorry. En hann myndi ekki gera þetta, þú veist, vera svona mig sko, kannski, ef myndi róta mig fyrir svona alltaf sko. Í Danmörku eða eitthvað. Já, hann væri alveg upp á honum tippið sko. Já, alveg 100%. Já, hann væri, þú veist, þeir hafa hingað til ekkert verið eitthvað þeir danirnir. En þetta var svo ljúft eitthvað. Það var líka svo geggja sko, þú veist, ég var á kommentatorborðinu sko og þetta var svona eins og hérna UFC-ríli með öllum kommentatornum sem svona hendast aftur á baka einhvern veginn. Maður bara svona það var svo sturlað moment sko. Mér vantaði svona reaction kamera á mér. Mér vantaði fleiri reaction. Ég sá reaction, þegar ég horfði bara útsendinguna frá sín, svo ég reactionið þitt sko. Þú ert alveg hérna og það var einhver annar, ég man ekki hvað það var. Jú, einhver dómarar eða eitthvað, bara what the fuck eitthvað. Og Dagur, félag minn sem ræði með mér, hann var að sýna mér þetta, Dagur Hrings. Ég var ekki búinn að pæla í þessu og þá vorum að skoða svona reaction, þeir eru rosalega sko. Ég var ekki að pæla í þessu sko. Mér fannst þetta svolítið komið på þurr, ég var bara að byrja að slaka á höndanum að ég fann að það var ekki að gera neitt, ég var tilbúinn að henda niður höndunum til að vera smá kokki, svo ekki komið bara inn svolítið með hendurna niður, hendi eitthvað sveiflu kombo og hann bara niðri. Smell hittir hann svo vel sko. En þú varst búinn að vera að létta þig mikið fyrir hann að fæ. Já. Hvað varst búinn að skaða mörg kíló? Sko, ég var alveg hættur að pæla í viktinni sko svona 2 vikum áður. Ég var 114,8 þegar ég viktaði mig einhvern tímann svona þeir eru hálfnaðar með þetta eitthvað cirka. Svo var ég bara hættur að pæla í þessu og bara hérna ára samt að reyna að borða fínt, eða vel og svona holt pæla hans í þessu en ég var ekkert að vikta mig alltaf. Mér fannst ég vera fljótur og allt þetta og búinn að missa eitthvað. Ég var að telja kalorir og allt sko, svo 2 dögum fyrir Icebox þá byrjaði ég bara að karblóta, bara borða nóg af fucking kolvetnum og eitthvað, ég held að það var alveg 650 gram á 50 dögunum bara kolvetnum sko. Og svo þá er að leiðilegt að maður þyngist sko 1 kíló sko. Svo viktaði ég með morgunin og fór náttúrulega í viktun, þá var ég 112,6. Markmiðið var að fara niður 110, en þú veist ekkert eitthvað stórt, þú veist, hart markmið, skilur. Þegar ég væri ekki 110, það var allt góð. En ég held ég hafði svona eiginlega náði, ef ég slætt karblótinu, skilur. Já. Svo ekki með karblóti og þá svona. Já. Ég var líka með bara svaka orku þarna. Ég var alveg að finna fyrir því á æfingum áður bara, ég er að léttast, orkan er minni, en þú veist, ég fer bara í karblót og þá er þetta góð, sko. Maður þurfti líka að pæla í þessu lyftikonum og strongman-dótinu og svoleiðis, þannig að ég þarf ekki að passa í eitthvað þyngdaflokk, þannig að ég bara get borða það sem ég vil, sko. Eða sko, Óskar náttúrulega steig inn í hringinn og það sama, hann var bara svona hávaxinn athlete. Já, 100%. Heavyweight athlete. 100%, sko. Og mér líður, sko, ef þú hefði verið aðeins svona meiri bolli, skilur það hefði þú ekki farið svona vel. Nei. Að því að, þú veist, en þannig ég hugsaði alveg með mér svona að, þú veist, að því að þú varst greinilega búin að vera aðeins að slimmaði niður, fá upp eitthvað hraða og svona að eins og ég sagði þig, þegar hitti að það var fyrir fætt í viktuninni, þú varst komin með svona hálfgerð svona körfubolta lúk, eitthvað svona, þú hefur alveg getið verið körfuboltaleikur leikmaður hérna í Haugum sko. Já, þið sögðu mér það, ég bara, já, það er kannski rétt, ég var í peysu sem var alltaf þröng á mig í Póllandi sko, það var einhver búið til og var alltaf þröng á mig, samt í Excel sko. Svo þegar ég hitti ykkur, þá voru þið að kalla mig eitthvað Slim Shady og eitthvað, svo var ég eitthvað, já, það er kannski rétt, peysan er alveg bara stór núna. Ég held að þetta hafi verið mjög sterkur leikur hér. Já, ég er sammála sko, ég ætla að halda áfram og reyndar kannski reyna að fara ekki undir kannski 105 eða eitthvað, en halda áfram að borða holt og... Já, ertu að lyfta líka? Ekki mikið þegar að fara að byrja þetta sko, sérstaklega er að létta mig sko. Já. Ég er eiginlega búinn að lyfta sinni byrjað að bóksa sko, kannski taka
kannski 3 svar á þessum 3 árum, sko. Já, ok. Og ef ég lyfti þá fæ ég bara haspurur í viku, sko. Já. Það er þannig, sko. Og þá er maður alltaf að lyfta ofan í þar. Ef maður lyftir ekki langur tíma, fær maður svo svakalega haspur. Já, að maður bara þorir ekki alveg strax. Já, Og svo, þarf maður að fara aftur og taka æfingun og fá einhvern haspur ofan í haspururnar. Svo er ég svo auðvitað að fá krampa, sko, ef ég tók kannski hnipuður 3 sett eða eitthvað, þá bara vaknaði ég nætuna bara með krampa og viðbjóð, sko. Tók saman bara 3 sett, sko. Já. En hvernig er það svona, þú veist, ef þú ert ekki að lyfta, ertu með eitthvað svona strength and conditioning program, ertu að gera einhverjum svona explosive æfingar eða assault bike eða eitthvað svona? Já, þegar ég mæti alltaf bara á bóksæðingar, þá er ég alltaf 100%. Það er klukkutími og ég gef allt í þannig klukkutíma, svo fer ég bara heim. Ef það er eitthvað ekstra eitthvað, ég vil helst ekki, þegar ég var að keppa á eitthvað, ef við ætlum að sparra eftir eitthvað, ég vil helst sleppa því. Ég vil bara gefa allt í þannig klukkutíma og get ekki meir eftir klukkutíma. Þegar hver er að fara að sippa eitthvað eftir æfingu, þá bara gerður ekki nóg, sko. Það er alltaf mín skoðun. Þú veist. Og ef þið geta gert eitthvað mikið meira eftir æfingu, þá þarf það að gera bara meira. Þú veist, þetta er allar svona æfingar hjá mér, allar æfingar hjá mér eru svona, sko. Það kemur kannski svolítið að því að ólympísku lyftingunum, þá var maður aðeins í crossfit eitthvað líka með því. Ég var náttúrulega að æfa ólympískar í crossfit stöð. Þá var maður bara að keyra sig út á 20 mínútur og svo fór maður bara heim, sko. Ég var með hugsa, það hljómar eins og svona HIIT, svona high intensity interval training. Líka bara hver einasta lota, ég vill vera ógeðslega móður eftir hver einasta lotu. Og svo bara horfi ég á klukkuna og bara reyna að recovera eins og ég sé að fæta, skilur við. En svo þarf maður náttúrulega líka að stjórna því í fæt, sko, og má ekki gas út strax og svona. Og finna réttu tímapunktana til að geta sprengt, sko. Þú veist, koma með ykkur alvöru högg og alvöru kombo, sko. En á sama tíma, þú hefur bara þrjár Já, nákvæmlega, það er bara það. Mér finnst það ógeðslega stuttur tími núna. Maður vinna kannski hart bara í 6 lútur á æfingum eða eitthvað. Gefa allt í botn og 6 lútur, þá er 3 bara mjög lítið núna, sko. Já, þetta er svona fljótt að fara. Já. Bara þannig svona raunsett skeið. Svona, ég man að MMA-strákunum tala svo mikið það, sko. Þú þarfst eiginlega bara að fara hann inn, hellur fötu, bara svona hella út öllu sem þú kannt, skilur. En tíminn er bara að renna svo þér. Líka bara á Icebox til dæmis. Ég var ekki trættur að vera þreyttur þannig, sko. Að því bara með krátið og allt, ég er búinn að biðja alla vinir minna, ef ég er orðinn þreyttur þá bara öskrið, bara fáið allan salið með eitthvað að segja áfram síruna eitthvað, þá fær maður bara meira orku. Já. Það veist, já. Ertu þar? Ef að hotnið er að kalla á þig og salurinn er að tjanta, færðu? Ég heyri ekki aldrei í hotninu, sko. Það er veikleiki hjá mig, sko. Það er óþolandi. Ég er á sama stað, sko. Ég heyri alltaf í hotninu á andstæðinu. Ég bara heyri ekki neitt nema í krátinu, sko. Ég er alltaf að fá meira, skilur, það kannski tekið eftir því. En að það pepp mig áfram. Nikita skammaði mig í Póllandi, ég var ekkert að hlusta á hann, ég heyrði ekkert hvað hann sagði. Og svo í 3. lótu skammaði mig vel og Doddi kom og sagði, þú ert að tapast því, þú verður að gera eitthvað. Og þá kláraði ég gæjan í síðustu lótunni. Þá var ég komin svona búinn að fá nokkur högg í andlitið og bara, nú þarf ég að fara að berja hann, sko. Svo þetta er seint, en ég lærði það því, það bara byrja fyrr í barda, koma frá fyrstu sekundu inn í bardaðan og byrja að berja hann sjálfur, sko. Hann ekki að byrja að berja mig og koma mér í gang svo ég get bara hann, sko. Eiður kom eins og inn í podcasti og talaði með Eiður hérna jiu-jitsu þarlega í Vappísi. Talaði með það að það væri eitthvað svona íslenska geninu að vilja byrja bardaga og allt sem hann, og svona fótboltaleiki svona, byrja hægt og svona, reyna að vera eitthvað svona cute, sko, í staðan fyrir að bara byrja þetta bara byrja. Þetta í haustum mikið til dæmis á móti Kolla þegar hann fór að keppa, þegar ég var að spara það þegar þú komst. Þá gæði ég bara að byrja hratt og bara, þú veist, kildileikur bara sjálf mig andliti, var bara, þú veist, slá mig og eitthvað, bara til að finna, fara í þetta fight mode í haustum. Og ég lærði mikið af því þarna, bara einhvern veginn að koma inn í þetta fight mode frá fyrstu sekundu. Að ég klúðraði alveg í Póllandi, sko. En sem betur við kláraði bardaðan þar, sko. Já, var það 3rd round? Já, ég var ekki búinn að gera neitt í fyrstu 2, sko. Fannst mér, sko. Þú hefði hann þá verið svektur? Já. Ég var með in the bag og hann rændi mig. Ég tók hann einu sinni í annar lótu. Það var bara að henda fullt að höggum á mig og ég var bara eins og einhver bóksbúð að blokka. Svo tók ég 1 högg og hann bara niður. Og í reipinn og eitthvað og dómarinn eitthvað taldi og svo í 3. lótu þá náði hann minni mig 2 svar yfir í body og þá og síðast skipti í body þá bara laðist það niður, sko. Já, það var bara body shot. Body TKO, sko. Shit. Ertu byrjað svona að klára bardaðanina núna? Já, 2 röð núna. Já. Fiskið þið. Ég þekki ekkert rekkjandi tanni, sko. Nei. Ég hef aldrei klárað bardaða fyrir núna síðasti og þar á undan, sko. Prófandi. Nice. Það er svona hækkar entertainment, svona. Já, dansjós.
rallyway, sko. Hefur eitthvað hugsað að fara pro? Já, ég ætla að prófa. Þú ætlar pro? Já, bara ekki strax. Ég langar að prófa það, skilur, og bara sjá hvernig langt, skilur. Já. Það ekki kannski eitthvað stærsta markmiði núna, það er bara stærsta markmiði kannski að fara fókus á, þú veist, Olympics box, fara á eitthvað flott mót þar og svona. Já. Svo ef að þetta tækifæri kemur, þá náttúrulega getur maður farið eitthvað próf, sko. Þú veist, þeir eru að vinna flott verkefna í Nordic Pro, hana, dæminu. Já, Nordic Ring. Já, Nordic Ring, hana. Gunnar og Aron. Aron, Ómar. Já. Ég er spenntur fyrir því, sko. Ég hef búin að kaupa, sko, ringside með á sjóið sem þetta var í Gamla bíó, sko. Í apríl, já. Ég hef búin að hafa 160 skall í miða, ég var svo spenntur fyrir þessu. Já. Ég keipti bara á sömu sekúndu og miðsal að byrjaði. Nice. Þeir eru náttúrulega, sko, það er mikil spenna fyrir þeim, sko. Já. Og þeir eru alveg að hugsa stóra hluti. Ég er spenntur fyrir þeim, sko. Það er ekki mikið að fylgjast með en einmitt. Þannig að þeir eru svona, það er svo margt í vinnslu hjá þeim, skilur. Þú veist, þeir reyndu þetta sjó, lendi í rosalega mótlæti og svona eitthvað vesen. En nú er bara svona kortleggja þetta eitthvað eins og þeir komu öllum daginn og sögðu bara, við erum bara að fara að stella ríkinu og bla bla bla. Þú veist, þeir eru alltaf að keyra á ég hlusta á það podcast, sko, bara hlusta á allt podcast, sko, mér finnst það bara, ég er spenntur fyrir þessu, sko. Já, það var geðveikt, skilur, það muni opna það svo mikið bara á dyr, sko. 100%. En ég hafði svo gaman að því, þú veist, konan mín barðist á Icebox, en hún hefur alltaf þurft að fara út og keppa, en bara hvað það er þægilegt að geta bara vaknað heima hjá sér, keyrt á venue, þurfu ekki að fara í þetta ferðalag og eitthvað. Saman sem með Kolla, Emin, þú hefur farið pró. Þurfu ekki alltaf að fara í þetta ferðalag, gista á einhverjum hótelum og... Við erum með sína stöðnismenn og það eru miklu fleiri, skilur. Eins og bara með Icebox, skilur, ef ég hef verið í Danmörku, hvað hefði þetta gerst, skilur? Já. Það er örugglega ekki. Nei, örugglega ekki, þú veist, það er svona, já, bara væpið allt öðru, sko. Já, 100%. Svo eru íslenski fætar að lenda í einhverju dómarasköndulum og eitthvað úti, þú veist. Já. Einmitt. Ég er svo fordómafullur hvað stöðunum, sko, ég treysti þeim ekki. Ég myndi einhvern veginn ekki treysta dönskum dómar til að dæma rétt með íslenskum fætar, sko. En það er bara ég, sko. Ég er alveg þar. Ég er einhver biturleiki gagnvart Danmörku. Gaman að þessu. En já, ég ætla að vona að þessi Nordic Ring gæjar taka þetta almennilega í nefið og verði með sjó. Þeir voru búin að æbóla eitthvað í haust. Já, ég held að vera eitthvað aðeins en það, sko. Já. Við töluðum fyrst haust, svo voru eitthvað farin að tala næsta voru eða eitthvað. Já, kannski bara maí eða eitthvað. Taka tíma þetta... Mér langar alltaf að ná, þú veist, 20 aðmyndubarðinni viðbót, sko. Alltaf... Já. Þú ert komin í... Lámargir, ég er bara í 11. Við 11, já. Ég er bara nýbyrjað, sko. Ég ætlaði að fara að spyrja þig, hvað þú vildir í rauninni taka marga aðmyndubarða. Því að sko, ég man að Míhail, svona þinn æfingafélagi, hann talaði sko 90-100. Já, það er bara, maður er kannski bara 10 barða á árið þetta ef maður ræði á Íslandi fyrir mér. Já. En hérna, svo er eitthvað, hérna, þetta Renko Alex sem er að með mér, hann er búinn með 100 barða, ég held að hann sé bara 18 ára, sko. Hann er ekki búinn að keppa þetta á Íslandi, hann fær ekki barða því hann er búinn með svo marga barða. Já, einmitt. En ég sparraði mikið á hann fyrir Icebox, hann hjálpaði mig mikið, hann er orðinn alveg 90 kíló og fáránlega fljótur, sko. Ég og Marta, hún er margt að þakka að þeirra þóla höggin frá mér og fá að elta hann vel og svona. Hann fór endar erlendis 2 vikum fyrir Icebox, þannig að ég ekki spara nógu mikið með hann, sko. Já. Ég bara heyri margt hann Tata Renko, sko. Hann sé í rauninni besti boxari á Íslandi. Já, ég get alveg trúið, sko. Já. Og er hann 90, ég sá alltaf bara fyrir mig. Ég held að sé að nálgast 90 kíló núna, hann er alveg hávaxinn. Ég byrjaði að æfa, þá var hann bara krakki, sko. Já. Fannst mér. Nú er hann bara eitthvað býst, finnst mér. En hann þarf að fara að keppa, sko. Já. En þú sagði mér að þú hefði verið að spara við hann, þá hugsaði ég bara svona, já, vá, hann er vantilega bara besti gæðin til að hjálpa þér að undirbúa fyrir Óskar Sönningsson. Já, ég var ekki bara að bælið, sko, en Nikita sagði og ég bara, já, djók, væntanlega. En hann hefur alltaf bara buffað mér, sko, náttúrulega, ég hef alltaf verið, þú veist, frekar flatt fúttit á mótunum. Já. En leið og ég byrjaði að vera fljótur og vera á tonnum og eldan. Já. Þú veist, ég hitt hann bara oftar í einni lotu, heldur en ég hitt hann bara öllum nótunum þar áður. Og svo tók ég nokkurn daginn seinna, þá var ég svolítið þreyttur eftir vikunum, sko. Þá var ég meira flattfútið á mótunum og hann barði mig brattur í klassu. Þannig að ég sá þetta mun, þarf að vera með svolítið balans og vera svolítið, þú veist, meira léttur að fæti og svona. Þá næja hann miklu frekar, sko. Þannig ég ákvað að gera það bara á móti Óskar, til dæmis. Bara elda hann, vera léttur að fæti, þú veist, ekki vera bara hérna. Nei. Þú varst með svona smátakta hérna. Já, alveg smá, skilur. Hann var, þú veist, ég held að myndi reyndar flýja meira, sko. Þannig að ég var alveg,
það var svona meiri balans á þessu kannski núna, á móti Óskar. Já. En ég svona meira að hlaupa eftir Alex kannski, öðrum eins og Michael þarna, þegar þú varst að taka upp þarna leiðina búrinu það, þá var ég svona að hlaupa eftir hann sko. Já. Og ég bað að fá hann, þú veist, í staðan fyrir aðra gauðra þarna, því ég vissi að hann líka háið og tæknilegur þannig að... En maður skynja sko á krökkum á það hvað mér finnst þetta erfitt sko. Þú veist sem getur rumur sko. Já. Bara, þetta er bara, ég kemur erfið að lóta hann skilju. Já, ég passa mig staðlega mjög vel og ég vil passa mig allt og vel. Ég þarf að fara að gefa hans eftir í því sko, sína minni miskun. Eða þú veist kannski ég er ekki bara að rota 70 kg gaur og Símónu. Og Símónu. Já, nákvæmlega, þú veist, maður svona rétt svo djabbar hana en svona, maður líka, þú veist, hugsa bara út í fótavinnu og annað. Já. Þú veist, samt ef ég er á móti einhverjum þungum gæðum, þá ég samt að passa mig bara ekki nota óverhendi, eitthvað svona kjaftaði, sko. Ég reyna meira straight högg og svona. Já. Þótt ég sem að þetta gaurum í bara svipara þyngd og ég og allt þetta. Samt að passa sig, ég þarf að hætta því, sko. Já. En samt að kannski ekki fara alveg, skilur, eitthvað fáralegt að mér, sko. En svo eins og maður kolla, þá náði ég svolítið að halda þessi bara vel, skilur, bara flott, fannst mér, sko. Ég myndi hugsaði, sko, ég vissi ekki af þetta drengu og hann var 90 kg og eitthvað. En ég hugsaði mér að þetta var hann til kolla, sko, að þú væri þá í rauninu með bara einn besta sparringpartner á landinu í kolla til þess að undirbúa þig fyrir Óskar. Að ég hafði ekki hugmynd þetta drengu, sko. Nei. En í rauninu bara, hvað er rauninu kósí þá að vera heavyweight á Íslandi? Það er þú, það er Kolli, við erum þá Elmer Tatarenko. Þú veist, hvað er margir góðar heavyweight síðan? Já, nákvæmlega. Ég fær reyndar einn á föstudum, alltaf bara í spörrin. Það er einn sem býr á Laugavatni eða eitthvað. Þú veist, er bara keyrir í klukkutíma í bæinn bara til að sparra við mig, sko. Tökum alltaf fyrstu 3 og svo skiptum partner og eitthvað og svo kannski tökum við 1-2 viðbót, skilur við. En fyrstu 3 er alltaf svona frekar brútal, sko. En hann er heldur bara kýlíkið púða þarna bröstan, sko, og kemur svo að sparra á föstudum, sko. Ég er bara geggjaður, sko. Ég sé ekki einu svona Instagram, sko. Ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað Kristoffer eða eitthvað. Það er ekki á Instagram, þú manst ekki hvað hann heitir. Nei, það er svona pólska. Þetta er erfiðast að shouta út allar tíma. Nei, ég þarf að finna hann á Facebook, sko. Mystery Man á Laugavatni, heavy shoutout á þig. Já, heavy shoutout. Takk fyrir að vera svona góður og keyra í klukkutíma í bæinn. Man ekki einu sko, skrifa, sko. Þetta var K eitthvað, ég held á Kristoff. Já, Kristoff. Ég ógst að lélega mun upp, sko. Já, ég líka. Ég er að fara að gera svona reel á Instagram, bara, sorry, ég man ekki hvað það heitir. Svona, þú veist, ég er búinn að ég er bara on a run, sko, það sem ég alltaf að blanda nöfnum. Börkur Kristins, kalla hann Samúl daginn. Þú veist, Benni og Hildur úr Hafnarfirði. Ég er bara, nei, Gylfi og Kristín. Þetta er bara hræðilegt, sko. Mér verður svona heitt í andlitinu að hugsa þetta. Það er ógst að heitt inn inni, sko. Það er ógst að heitt inn inni, við erum í vesinni með það. Hittast í hérna inni. Það er bara, þú veist, ef það er heitt úti þá er bara matla hérna inni. Og ef það er kallt úti þá er þetta bara fristekist. Við þurfum eitthvað að finna út úr þessu. Bara vesum. En já, það er alltaf frekar svona gott annað föstudagspartí hjá okkur í Búðatýr. En eru kannski, þú veist, ekkert alltaf margir á fyrir þig til að spara þarna, eða svona til að, þú veist, fá almennilega lótur við? Nei, það getur verið vesum, sko. Svo sparraði við maður nú ekki hvað hann heitir, Arnór minnum, Arnar eða Arnór í Vappi C, hann er fæddur 09, 10 árum yngri en ég. Já, Arnar Gauti. Hann er handbolta. Já. Er það ekki? Hann er bara ungur sem er orðið svolítið stór. Já, ég var að undirbúa mig fyrir einhvað bara þessu ári. Þetta kom á laugardegi, bara ónýtur eftir alla vikuna á æfingum, sko. Mér fannst hann bara fokka mér upp, sko. Já. Þegar ég sparraði á móti honum, sko. Hann fokkaði mér upp bara. Hann er geggjaður, sko. Ég vill sparra við hann aftur en ég hef ekki sparrað við hann samt síðan. Veist, ég man hann samt, hann fokkaði mér. Hann tók bara einhvern svona vaxtakipp nú nýla, ég hef ekki séð ekki alltaf lengi. Svo var ég bara, já, þetta hann bara, orðin bara risa. Ég held að hjálpa honum líka, sko, ég minnir hann að byrja, þú veist, hann byrjaði alltaf bara ungur og hef búin að taka svo vaxtakippin og var með tækni fyrir það. Ég byrjaði bara fucking þungur, sko, 130 kíló þegar ég byrjaði. Það var erfitt að fara að búa til eitthvað kombo úr því, sko. Ég er ennþá bara eitthvað að henda, þú veist, 1-3 í sparri, sko. Ég er mikið bara 1 og 1, 2 og kemur stundum einhver 3 högg, finnst mér. Það minnst alltaf sjálfan. Það er erfitt að gera þryggja svona 3-piece kombo. Það er ekkert erfitt, bara svona, ég er bara ekki komið það langt. Það er þá bara að byrja fyrir mér.
Þú veist, þegar ég var að horfa á 1-2. það sagði ekki Arnar Jú. já, þú veist, þegar ég horfði á hann sparra þá var bara að kasta endalst á haugum sko. Ég er alltaf bara eitthvað 1, 2 og svo aftur 1 og aftur 1 og aftur 1 svo kannski 1, 2, 3 já, en það virkar skilur og Hey, heavyweight sparri í, þú veist, Vappi sé, þú ert svolítið að taka þátt í því líka, þú veist, að hitta Kolla og Tind og... Já, það er yfirleitt í gegnum bara Kolla þegar hann er undirbúið fyrir bara dag, sko. Já. Ég sparra nokkur sem við Tind líka. Manna sagði mig, hann var náttúrulega með okkur þegar þú varst að taka upp hann Kolla. Hann sagði alltaf mig, ef ég myndi sparra við núna, þá myndi ég þurfa að biðja um að lækka aðeins í þér, eða þú veist, minnka aðeins hvað það gera mikið, sko. Það sagði Tindu við mig, sko. Já. Og ég mjög ánægði með það með eitthvað stór og massaður sko ég er elta hann sko þú veist þegar við höfum verið að sparra hann er að flýja frá mér þá Það er Tindur, er hann að æfa? Er hann duglegur að æfa? Sko, já, hann er ógeðslega duglegur að æfa en þú veist, hann er ekkert, ég held hann sé bara að taka enga tíma og mæti að hann hefur eitt spörnin hann er ekkert að æfa veist, með hópnum í Vappi sé sko en hann er alltaf bara með, hann tekur í bara marga enga tíma í hverja einustu vikum Ég held að sé alltaf á laugardaginn minni í Kíta sko, alltaf Já, hann tekur enga tíma með bæði í Jafet og Nikita Svo hann alltaf í ræktinu líka hann alltaf bara klikkuðu formi Þeir tala bara að það sé bara vont að kýla hann í magan út bara ái Það er ekkert eðlilega svolít Gaman að þessu Hörru, er eitthvað sem er eftir að snert á? Mér langar svolítið að spyrja þeim svona, þú veist, áhugan þinn á boxi þú veist, áður hún kemur inn í box þú veist, hvað, þú talar að þú að prófa kick og svo langa að prófa boxin þú veist, varstu einhver svona fan af hnefaleikum áður þú veist, áttur einhver svona uppáhaldsboxara þegar þú varst að byrja eitthvað þannig Það er bara Mike Tyson eða þú veist, en pabbi minn var náttúrulega íþróttamæður líka mikill íþróttamæður og endaður íþróttafél í boxi en þannig að þegar ég var allast upp þá var boxbúð heim í stofu bara 5-6 ára skiljur og hann var alltaf með patsa og svona alltaf æfingat út eða eitthvað starf neð þá og já, þannig að hann var að kenna mér 1-2 og eitthvað svona, þú veist kannski 5-6 ára, ég var svona yngri sko hann líka var boxbúðin í stofu og ég bara svona, ég ætla alltaf einhvern tímann í box en þú veist, þegar ég byrjaði fyrir 3 árum, ég vissi ekki hver neitt væri þú veist, frægur núna ég vissi bara hver Mike Tyson væri, sko ég er bara svona aðeins byrjað að hóða box fyrir árið síðan eða eitthvað bara til að sjá hvernig þeir eru að boxa svo ég veit aðeins betur hvað ég er að gera, sko Og hver áttu uppáhaldsboxara í dag? Ertu svona komin inn í sennuna? Það sé ekki bara Kabayel held ég veit ekki af hverju, ég bara Agit, hann er bara svona svipa hár og ég og þykkur sko ég held að það sé bara út af því sko ég er samt ekkert fylgst mikið með honum ég horfði á síðasta bara með honum hann er náttúrulega ekki að fá eitthvað mikið eins og ég sko Hann er bara að keppa mútið Úsík Já, núna er hann á Úsík hann er búin að vera að berjast fyrir því mjög lengi veit ég sko og ég er búin að vera að followa hann lengi ég senda á hann reyndar á Instagram bara daginn bara hann er ekki ennþá búin að svara mér segja ef þið vantar eitthvað gauð til að sparra þig þá er ég ready að fljúga til Þýskalands bara right now sko hann er ekki búin að svara kannski prófa að senda hann mail eða eitthvað Já, sko, ég meðist það legit, sko, þegar hann alltaf fekk Kolla í bara síðast. Já, ég spurði hann eitthvað eftir það, eða bara daginn, skilju, og svo reyndar, líka, eitt, það var, ég og bróður minn vorum að pæli að fara til Spánar eftir Icebox, bara slaka á eitthvað, en ég er búin að draga það tilbaka, við ætlum að fara, annað til Bretlands, freka Bretlands, held ég, bara finna eitthvað gym, að fá eitthvað tengsli eitthvað, bara svona, fá að sparra eitthvað alveg hverja, skilju. Bara fara í viku, bara kynna sér þetta. Það er meiri heavyweights og svona í Bretlandi finnst mér, heldur en Bandaríkjunum. Já. Meiri stærri nöfn og svona. Já. Sérstaklega í heavyweightina, þannig að ég held að það sé næsta stopp. Bara kynna sér og skoða gym og fá reynslu og þótt sé ekki nema vika sko. Bara leika sér líka inn á milli, taka einu einhver dag. Ég veit að, þú veist, MMA-strákunni gerir þetta grimt sko. Já. Þú veist, margir komið bara, þú veist, svo þú eignast bara eitthvað svona vinagym. Já. Svo hugsaðu bara alltaf með þér, ég ætla að fara bara í 2 vikur, anster, fara í subzone eða eitthvað, þú veist. Já. Því það er gott að vera. Ég er mjög spennt fyrir þessu, ég er búin að hugsa þetta oft sko. Eftir ég fór til Spánar í fyrra bara með fjölskyldunni, mömmu minn og eitthvað, hún var að splæsa í einhverju 60-ferð, fann eitthvað gimmanna bara korteri frá. Þú veist, þeir taka bolt eða svona Uber eða hvað þetta heitir. Þar hitti ég einhvern gaur, hann heiti Luka. Nei, ég er svona lélegur minna hann heiti Luka. Og hann er með 30 barda, minnum mig, próbarda rekord og búin að vinna 27. Og opnaði þetta gym og tók enga með honum þess að ég var glötuð formið hann sko. Ég var líka bara að drekka út á Spáni og
mætti bara þunnur á æfingar líka en ég fór einhvern tíma og það var viðbjöður og lærði alveg samt alveg helling sko og svo sagði hann eitthvað við mig það er einhver gauður að koma þarna, eitthvað próf og eitthvað hann talaði svolítið lélega ensku ok, svo kom hann og þá var þarna Mike Perez, þið veitir kannski hver það er ég vissi ekkert hver það væri, það bara þessi prófgæði eitthvað hann eiginlega þekktasti fyrir það að lama eitt gæði sem er lamaður í dag sko en ég vissi það ekki heldur og þjálfarinn sagði eitthvað, ég googlaði hann og eitthvað og ég bara, já þessi gæði, ég veit ekkert hvað þetta er en blessaður og kynntist honum eitthvað hann fílaði mig mjög mikið og við fórum bara eftir á æfingunni á mér og fengum okkur bjór saman ég og þjálfarinn og Mike Perez og í kjölfarið biður hann mig að sparra við sér daginn eftir og eitthvað og ég bara, já, endilega og svo segir hann mér eftir það þegar ég er búinn að segja já við að sparra við hann að hann hafi kýlt gaur og eitthvað, hann fór bara í kóma og er hann bara lamaður í dag sko eða þú veist, eitthvað svona fatlaður eftir það sko hann er ennþá á heitskilabú fyrir það í dag hann er enda fertur, hann var að keppa á Don't Blink varðlega á móti Dubois í underkartinu sko hann var að keppa þar? Hann var að keppa í underkartinu og vann sko og þjálfarinn sem ég fór til var í hotninu hjá hann sko Er það Magomed Abdusalamov vs. Mike Perez 2013? Já, ég held það. Ég er ekki búinn að horfa á þetta sko. Ég þori ekki að horfa á svona. Eða svona já, bara gauðra mistíða sig eða brjóti sér bein, ég get ekki horfa á svona sko. Nei. Það er greinar hérna og tala þetta 2014. Já, hann er ennþá að heitskilabú og hætti í boxi í smá tíma eftir þetta og fekk svo mikið heit sko. En mér skilst hann að, þú veist, dómarinn ætti að vera lengur búinn að stoppa bardagann, hef ég heyrt sko. Ég er ekki búinn að horfa á þetta sko. Ok, þetta er einhver heil saga þarna sko. Þetta er eitthvað Perez takes first steps after tragedy. Það er 2014, já. Ég held að sé líka bara, þú veist, samvinskupið og mann líður okkur illa, skilur við. 100%. Hann sko, svo líka þegar ég var að hitta hann og var sparrað hann eitthvað og mér geði sko, hann var held í 5. sæti þá var heimslistanum í undir 90 kíló, bara í próf sko. Það er náttúrulega ekkert að frétta á þeim lista í dag sko, held ég. Það er búin að vera, þú veist, mjög lengi held ég sko. Já. Það er ekkert að gerast sko. Á heimslistalista... Bara boxrec. Já. Hann var bara í 5. sæti, bara heimslistanum í undir 90 kíló. Já. Hann er alveg var það stóri eða skilur, hann var í heavyweight sko. Og er eitthvað lítið hreyfing þar eða? Ég held það, ég veit ekki hvað neini hverjar í undir 90 í prófinu sko. Nei. Það er kannski eitt nafn, Gunnar Efst eða eitthvað. Mann og ekki, hann er frá Ástralíu held ég. Minni mig. Þú veist ekki neitt um þetta einu sinni? Nei, ég er alveg týndur. Það er bara heavyweight og svo er einhver stóru nöfn í hinnuflokkanum finnst mér sko. Já. Mér finnst erfiðar að halda utan boxið. Já, ok. Ég horfi ekki dæma sko. Nei. Mér finnst það svona, einhvern veginn, það er svo mikið svona bara mismunandi promotions einhvern veginn og svo eru bara einhver toppar í mörgum mismunandi deildum eitthvað og þeir alltaf semja sín á milli og þetta er eitthvað holds í bang sko. Já, ég horfi eiginlega bara ekkert á sjónvarpið þannig að ég horfi mjög lítið á bardaga þannig. Já. En svona þegar svona stóri bardaga þá horfi ég alveg á það. Já. Ég tengi við það sem það segir sko, ég horfi ekki á sjónvarpið. Já. Einu fréttinnar og eina sjónvarpið sem ég horfi á er bara bardagadrasl. Já, ég bara nota að vera til að ekki á Spotify sko. Jálfurni. Ég er svona að síma eitthvað appið bara til að horfa sjálfum með, þú veist, Icebox núna. Líka, ég horfi vel ekkert á neitt sko, eða fyrir stelpuna að kveikja á kolpasitinu eða eitthvað. Já. Stanna milli, annars horfi ég ekkert á það. Einmitt, annars er þetta bara eitthvað svona 50 tómu Spotify spilari. Já, maður hengur þarna veggnum sko. Sko. Það finnir hvernig þetta er sko. Já. Ég er bara að fara svona slá botnin í það, við þurfum að gera annan þátt eftir smá. Þátturinn alltaf með styrþaraðala sem er ekki að glemma Yngling og hvað er mér að glemma bardaðaþyrkið hans Nico og fleira skemmtilegt. Hvað er bardaðastyrkurinn hans Nico? Já, ég fíla það, ég var að kynna með það betur sko. Já, Nico er geggjað sko. Já, ég held við vorum að skeita saman í gamla dag sko. Já, hann og Jóhann Salinas. Ég veit ekkert hvort það minna eftir mér sko. Hljóta minna eftir mér, grjóni skeit maður. Eftir þetta knockout á föstudaginn. Já. Ég man eftir svona guður. Nei, við erum með Ynglingvörur. Ertu að taka eitthvað færbátrefni eða? Bara kreatín sko. Bara kreatín. Ég segi að hendur sílagitinu í hann. Já, ég ára þetta sílagit, en ég nota það, mér finnst það ógslegt. Já, þetta er töflutór, það er ekkert bröð af þessu. Já, ok. Það er mjög snið. Hvað er það aftur? Þetta er steinefni úr Himalaya-fjöllunum. Af því að þetta er mitt sko, sílagit er ógslegt bröðið. Þess að ég geðvist að taka þetta bara í töfluformi. Það var ekkert bröð af þessu. En þú færir þessi 85
steinefni sem eru í silfurjétinu pluss það að silfurjét hjálpar þú veist hvatberunum í frumunum að búa til orku þannig að þú ert bara aðeins orku meiri. Nice. Eina græddublöndu líka. Hvað segirðu? Eina græddublöndu líka. Já maður. Það er á því að halda núna sko. Já, núna, þú veist, mér sýnumst að vera fullur af styrum sko. Það er meira. Nei, ég nota ekki stera sko. Nei, þetta er hérna, kraftur. Ég er bara glad, ég var að reyna að fara í lyfjapróf þarna í Varstu að reyna? Hafnarfirði eða eitthvað þegar var að lyfjatesta daginn. Já. Mætti lyfjatest, ég mér langaði að fara sko. Mér held að sumir halda þessi á styrum. Já. Mér langaði bara að sanna það bara, ég er ekki á styrum. Já. Kom eitthvað lyfjatest? Nei, ekki lyfjatesta mig, ég var ekki að keppa. Ég var að testu einhverja úr bóðir sem voru að taka bara fyrsta bardaðan sinn og eitthvað. Þeir komið lyfjatest. Testuðu ekki að fá og bara svo handpikka þegar tóku Benedikt Gylfa. Já, og tóku Gabriel Marino og Gabriel sem var annan Gabriel í bóðir sem var að keppa fyrsta bardaðan sinn. Hvað stóðu fyrir þessu lyfjapróf stóðu? Lyfjaeftirlit. Lyfjaeftirlit? Þeir mættu bara á byrjanda móti þannig að, þú veist, það var bara, eftir HFV, já. Eftir að HFV Open þegar það var cancelað. Þetta var í kjölfar af því. Þetta er eitthvað svona byrjanda mót. Og þá komið þeir bara að lyfjatesta? Já. Þeir ekki komið 10 árskilsmenn sko, að lyfjatest í bóksinu sko. Það var afvíst einhverjum sem bara konar sem smegðir sér út sko. En svo hérna, já, það var eitthvað Benedikt Gylfi og Gabriel Marino og það var einhver hinn Gabriel líka. Já, það var einhverjum nokkri teknir sko. Það var einmitt svo fyndið, tóku Benedikt Gylfi og Gabriel Marino sem búið svona, þú veist, það var alveg gaurað það sem að lúka eins og getur verið að styrum einhverju svona, þú veist. Gæðir þarna sko, en já, það var mjög fyndið sko. Og þeim var haldið þarna heil lengi og þú veist. Hvað, pissi glas? Já, ég manna, litli Gabriel gæti ekki pissa, hann fór svona 15 sem niður að fá sér vatn að drekka sko. Litli Gabriel? Gabriel var að taka fyrsta bardaða sinn, sem er æfið búið til. Fyndið. Því þannig að lyfja eftir... Og þeir elda bara niður alltaf, bara eins og, þurftu bara að fylgjast með allan tíma og hann bara að drekka vatn fyrir framan alltaf að geta vandrarlegur. Já, og stóðu yfir með pissuðu sko. Þetta er alveg hannig sko. Vá. Bara út með tilhenginir einhver. Já, bara sko, óþægilegt, rude og svona pick your moments. Já. Hvað ákvæmst? Svo sögðu þeir að gæinn hefði verið bara alltaf bara, já, bara slaka á. Slaka á. Og með einhver svona trygg sko, slaka á okkar. Já, það var í ándjóð sko, hann var bara eitthvað svona, sko, slaka bara á og svo bara svona, kemmur endafarminn. Svona ándjók sko. Það var þetta sögur sem ég heyrði. Leini líkur og hann pissir við það sko. Já. Ég er ekki bara gæti. Gaur var að hvísla í eyrað á mér. Svo bara kemmur enda þannig að ekki séns að gæti slaka á nóta pissa sko. Gaur, ég er ekki bara að pissa fyrir þér. Bara, my god, látt mér fríði sko. Fuck. Þetta er svo klassískt eitthvað svona lyfja eftirlits, bjúrókrasíu gaurar sem að þetta svo bara ekkert stress. Þeir voru svona svo alvarlegir fannst mér sko. Bara allt alvarlegir þarna. Það gerði þetta alveg bara óþægilegt fyrir strákana sem var í tekni sko. Það er svo að voru að gera eitthvað af sig sko. Já, ógeðslega svona intrusive einhvern veginn, bara svona meðan eitthvað yfir, það písi glas og eitthvað að tjekka á þér og eitthvað. Ég er eitthvað bara reiður sko. Þú veist, ég er alveg svona reiður gaur sko. Þú byrjar á styrunum. Já, þeir byrjar á styrunum. Ég eftir Iceboxið, þá fór ég á Dubliners í Keflavík. Bara eitthvað svona að fá mig bjór með konunni og eitthvað. Svo bara að vera að loka staðnum og dyraverðurinn kemur svona að mér eitthvað svona, ég er bara eitthvað tjútt á dansskólinu. Og hann er svona, það komið tími fyrir þig að koma þér út? Og ég er bara svona, komið tími fyrir mig að koma mér út? Og ég var brjálar. Þetta er sterakastið. Já, það var bara, ég rótreitjaði yfir hann. Bara eitthvað svona, en alltaf fáraleg setning sko. Það er bara, herru bólu og eitthvað. Eitthvað svona, við getum komið. Herru, þú þátt að koma þér út. Alveg galið sko. Elsku svona gæja. Herru, gaman að þessu. Sigurinn, ég ætla að slá bóttinn í það. Yes. Það var hrikalega gaman að fá þig. Já, takk fyrir mig. Það er rosalega auðvelt að tala við þig. Já, ég er ekki svona í alvöruna, þetta er bara það myndælinn og það kemur þá er ég bara ég svo að sé bara stjarnar sko. Eins og ég hef gert það oft aður. Já, bara lights, camera, action. Visualization sko. Já, ég var bara að fara yfir þetta. Nei, reyndar ekki, en hérna, ég er ógeðslega, hvað heitir þetta, introvert eða eitthvað. Já. Í alvörunni sko. Já. En þegar þið eru að koma og svona, þá er ég alltaf að geta þær og kemur alltaf rosalega óvart sko. Já. Þótti ég að ljúga okkur ógeðslega mikið. Já, það var bara mjög góður í sko. Það er bara náttúrulegur magnum og náttúrulegur viðtölum og svona. Það er bara mjög gaman að spjalla á þig. Herru, ég bara taka þess fyrir komuna, hlakka til að halda fram að fylgjast með þér og bara þá til næst. Takk fyrir okkur. Takk.